finnst það alltaf gott að summera upp málstæðin í síðustu röðinni. En svona, í raun og veru þá voru aldrei með neinn sérstakann málstað, meina fyrirfram ákveðna línu í málflutningi, en þó hefur haft trú á því og mikla staðfestu á því sem við erum búin að segja. Ef við lítum innst inn í hjarta okkar, ef við skoðum okkar innra sjálf, þá sjáum við ekki bara einhverjar sjúkar hugsanir Emma Watson, heldur líka okkar sterkustu skoðanir. Og það eru allar á sama máli, við viljum ekki heimsku. Við ætlum að fara yfir reglur heimshúsins. 1. Við verum virðingu fyrir hvort öðru. Já. Óli, þú ert ömurlegur. Íris, ég vildi bara ítreka það sem þú varst að segja. Óli, þú ert ömurlegur. Stelpan áðan þurfti að taka strætó. Geir, sagði ekki neitt. Skoðum alltaf kemna hjá andvalum. Númer 1, ósanngirni. Þeim finnst ósanngjarnt að skipta fólki yfir 2 hópa. Munið ekki hver ég var. Ég er nasisti, ég hef enga samúð. Númer 2, skilgreining. Þau töluðu ansi mikið orðið heimskur. En munið, okkur alveg drullu saman. Við vorum á mætan fyrir klukkutíma eitthvað. Númer 3, mannréttindi. Þeim finnst það mjög sniðugt að tala það. Síðasti maður sem lagði áherslu á þennan punkt hér Jakob Sindri. Hann dáinn. Siggi, það sást hún bara 300 metra fjarlægð, þú var á Vestló. Þú var þetta ógeðslega leiðilegu fyrirsjáanleg ræða. Hvað gerðu þið í undirbúningnum? Var Atli Jason að gera uppbyggingar eða eitthvað? Nei, ég bara spyr, það ekkert eðlilegt að bjóða upp svona rusl. Þú myndist að frelsi einstaklingsins. Hvernig nennur að vera til? Kannski einu sinni verið fyndin. Síðan segir þú okkur, dólkunum hinum megin, að hugsa út fyrir kassan. Ertu að grínast í mig? Þú ert í Vestló. Hér er skrýtla. Af hverju misti litli strákurinn ísinn sinn? Því það var rúta sem keyrði yfir strákinn. Þetta er allt í svo. Og tók enginn eftir að það komið bindi. Haha, þessu getur ekki svarað. Loks eitthvað sem þið geta ekki svarað. Morgun legendið Siggi fann að tala greindarvísitöluna 360. Sigurður, hún er ekki til. Sigurður, þú ert heimskur. Íris, senda þig á fótboltaráðskeið. Já, Íris, fjölgreindarkenningin. Ertu alveg straujuð í smettinu það? Það er seinni umferð og við erum ennþá jafn leiðið þau. Fundastöru, ég er mjög reiður út í þig. Hún kallaði liðið mig Vasklas eitthvað á. Það heitir til heiðurs Magga sleggju. Veistu hvað það er? Það er vatni okkar allra. Hann tekur svörin, hann tekur stelpunar og hann smókar þau. Og á ég að trúa því að enginn er búin að segja neitt Nilla. Gaur. Birgir Blær talaði fótalausa fannar. Já, býttu, heilbrigðisgeirinn fellur bara niður algjörlega. Já, shit, fuck, engin spítalar, engin læknar, engin lyf. Já, og Birgir, númer 1. Allir eru flottir í FG. Númer 2, gera grín, það má ekki meina. Númer 3, steikja burger, ég veit ekki. Sissa á sundegi, þú veist, eitthvað. Góði gestir, Viktor Orri Valgjórsson sagði þessi. Og ég er saman. Við viljum betri heim. Við viljum virðingu, landsmanni hafið það. Við viljum meira. Já! Fundastöru, heimska og hroki vaksa á sama tré. Mér þykir svolítið gaman að þessu málsli og þá sérstaklega núna. En það sem ég gerir mig bara ekki fulla grein fyrir er hvernig þessir 3 einstaklingar geta mælt með því að refsa þeim sem ekki fullkomnir. Þeim sem gera mistök eða heimskulega hluti einstöku sinnum. Sér í lagi þegar þeir eru ekkert skárri. Ég hreinlega skil ekki menn sem geta litið svo stórt á sig að þeir láti sér detta það í hug að mæla með þessu umræðu. Ég bý yfir ákveðnu magni af hroka, en aldrei geti ég nokkurn tímann lifað með það á samviskunni að það var staðið í þeirra sporum hér í kvöld. Sú óvirðing sem þeir sýna mér og ykkur ágætu fundargestir á sér einfaldlega enga hliðstæðu. Annars hafið þið kollegarnir verið í bullandi mótsögn alla keppnina og eru greinilega ekki sammála hvort þið viljið útrýma heimskum eða ekki. En af hverju í fjandanum viljið þið eyða fólk? Hversu sjúklega hrokafillir getið þið verið strákar og ógeðslegir? Annað sem ég skil ekki er hvernig heimurinn getur verið betri án heimskapúlsins. Hvernig verður heimurinn betri án hreyfiheimskengjanna? Það er ekkert hægt að banna þeim að hlaupa eða hreyfa sig eða veitir þeim ánægju. Þá verður heimurinn ekkert betri fyrir þau. Hvernig verður heimurinn betri fyrir ykkur mál heimskingjanna ef ykkur er bara bannað að tala? Útrýming heimskingja mun ekki ganga upp. Síðan kom Óli upp í fyrstu ræðu eftir hér og vildi allt í einu vera mannúðlegur og ekki útrýma fólk. Það er að frétta svo. Þetta er ekki einhver mótsagna keppni. Óli, þú ert ömurlegur gaur. Gísli Marteinn kom upp í pontu og þóttist vera gáfaður. Stefán, þú komst ekki inn í Vestló og nú ertu búin að vera í FG í 3 ár.
ekki kominn tími til að hætta að vera að biðja? Hvar er Íris, Stefán? Hvar er Íris? Guðmar, ef heimska varðar við lög, þá þurfum við að gera ráð fyrir því að hún sé refsiverð og þar á leiðandi væri heimskt fólk fangelsa. Heimskingi. Gummi sagðist til að sekta fólk fyrir að vera heimskt. En Gummi, hver á að ákveða hverja megi sekta og hverja ekki? Og hver á að ákveða hverju séu nógu klárir til að ákveða? Og svara mig frá eftirfélagi. Óli, ég að því að nauðsynlegt vera að banna heimsku því hún geti valdið skada. Óli, það bara gengur ekki upp. Góði gestir, við vitum betur. Við neyjum okkur ekki fyrir fólki sem er svo uppfullt af hroka að það áttar sig ekki á þeim heimsku pörum sem henda okkur á hverjum degi. Við neyjum okkur ekki fyrir þeim sem vilja refsa okkur fyrir. Óli, þú ert ömurlegur.